Góðan daginn. Þá býð ég ykkur velkomin á fund númer 600 í bæjarstjórn Hvergisbæjar. En þetta er 600. fundur frá því að Hvergisbæjar fekk kaupstaðaréttindi árið 1987. Sagði mér aðrir fróðari menn hér með þessar upplýsingar í upphafi funds. En að þessu sinni erum við, eins og ég segi, í fundasal grunnskólanum í Hveragerði, skólamörk 6, 5. 12. febrúar klukkan 5. Og fundinn sitja Sandra Sigurðardóttir, Halldór Benjamin Hreinsson, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Alda Pálsdóttir, Pétur G. Markan og Steinunn Erla Kolbeinsdóttir sem jafnfram ritar fundargerðina. Er einhver athugasemd við fundarboðið? Engar athugasemd við fundarboðið, þá hefjum við leika og við byrjum á fyrsta dagskrárlið. Þar er fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 7. janúar 2026 og þar afgreiðir liðið sérstaklega númer 3 og 6. Fundarlið númer 3, það er heiðmörk 30-36, það er grundreitur og skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag og breytingu á aðalskipulagi. Alda hefur óskað að víkja á fundi og hún víkur fund klukkan 1 yfir. En það er lagt til að skipulags- og umhverfisnefnd lagði til við bæjarstjórn að vísa athugasemdum sem eiga við deiliskipulag til áframhaldandi vinnu við deiliskipulagstillögu og að athugasemdir sem eiga við aðalskipulag fá umfjöllun til vinnslu nýs aðalskipulags Hvergisbæjar 2025 til 2037. Orðið er list þennan lið. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar og ritari. Þetta er svolítið skrítið að vera í þessu nýja umhverfi en við reynum hvað við getum. Nei, mér langaði bara að spurja aðeins út í þetta þetta er deiliskipulagið náttúrulega ekki komið á eftir að gera deiliskipulagið. Það liggur fyrir skipulagslýsing, töluverður fjöldi undirritana frá bæjarbúum, frá íbúum í kring, áhyggjur af þéttleika og svoleiðis og ég held að það sé eitthvað sem er nauðsynlegt að skoða vel og taka tillit til eins og hægt er. Og svo líka mér er alltaf umhugað hæðina. Mér sýnist á þessu að þetta sé bara 2 hæðir sem miðað er við að fara í. Þannig að það held ég að verði allt í lagi. Og svo finnst mér svolítið skrítið að það er svolítið mikið vísað í nýtt aðalskipulag. Það er að segja, við erum með aðalskipulag í auglýsingu og það er alltaf verið að tala um nýtt aðalskipulag í þessum gögnum. Og það er náttúrulega ekki tekið gildi út af fyrir sig og síðan kannski áhyggjur svo að það sé nú sagt af bílastæðafjölda. Það sé nógu bílastæðafjöldi eða nóga bílastæðan á þessum lóðum, þannig að við lendum ekki í Reykjavíkur módelinu svo kallaða. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Eyþór. En eins og segir hér í þessum tillögunni að þetta fái umfjöllunar í þessum nefndum og bara mjög góðar ábendingar sem við tökum til skoðunar. Ég var ekki sem að biðja Pétur að Njörður fyrst, já, og svo Pétur, gjörðu svo vel Njörður. Forseti, kannski bara styrir að koma hérna upp í fyrsta skipti á þessu fundi og ánægilegt að vera hér í grunnskólanum í þessu glæsilega sal og í þessu nýja umhverfi og útsendingunni sem að svona eykur vonandi gæði þeirra sem að horfa á þessa fundi og fylgjast með þeim og líka gaman að taka þátt í 600. fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar sem núna. En ég vildi bara koma hér upp og ítreka það sem að ég sagði þegar við tókum þetta mál fyrir síðast. En það er að það þarf að taka einhverja upplýsta afstöðu þá væntanlega í aðalskipulags- og deiliskipulagsvinnunni varðandi gróðurhúsin á þessu reit. Það er sérstaklega talað um þau í varðveislumati sem var gert fyrir nokkrum árum og ég hafði barðist mikið fyrir á sínum tíma í bæjarstjórn að yrði gert. Það eru taldir upp 3 reitir í Hveragerði þar sem eru gróðurhús sem að mögulega hafa varðveislugildi og það þurfa að taka afstöðu til þess þegar þeir reitir fara í aðra uppbyggingu og það er meðal annars þessi reitur. Þannig að ég vildi bara ítreka það að þegar
verður áframhald á þessari vinnu að það verði skoðað og tekin upplýst afstaða hvernig og hvort þurfa að bregðast eitthvað við því. Kærar þakkir fyrir þetta, Njörður Pétur, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Nyrði og bæjarfulltrúa Eyþóri og Söndru forseta að það er mjög ánægjulegt að vera í nýjum sal og í svona uppfærðri útsendingu sem er náttúrulega fyrst og fremst gerð til þess að uppfært til þess að auka gæði á útsendingu þessara funda og tryggja það að aðgengi íbúa sem best að þessum fundum sem eru mikilvægt. Það er nú uppleggið með þessu. Varðandi málið þá er næsta skref í ferlinu deiliskipulag á þessum reit sem við köllum grundareit og ég held að það sé afar mikilvægt í því ferli að við köllum til íbúafundar og eigum þetta samtal við nágranna og íbúa Hveragerðis nákvæmlega þennan reit. Það er spurt hvers vegna er vísað til aðalskipulagsins en þessi vinna er grunduð í þá aðalskipulagsvinnu. Eins og við þekkjum að þá er aðalskipulag Hveragerðisbæjar núna í auglýsingu og við fáum, sá tími er til og með 1. mars, langar með að segja, það kann að vera 3. mars, þetta er annarkvort 1. eða 3. mars, þetta er svolítið reiki hjá mig stundum, þurfum að athuga það. Og síðan náttúrulega þurfum við að taka þær umsagnir allar mjög vandlega til meðferðar eftir bara lögmæltum leiðum. En það sem ég kannski er að impra á hérna það er heilmikið verkefni framundan í þessu verkefni og ég held að sé mjög mikilvægt að halda fund með íbúum þar sem við fáum þessi sjónarmið fram, reynum að svara röklega sjónarmiðum bæjarins og ef að þurfa þykir þá þurfum við náttúrulega að gera breytingar á verkefninu. En mikilvægast held ég er að bæði eiga þetta samtal og að íbúar upplifi að þeir hafi aðgengi að verkefninu og geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Það er held ég það allra mikilvægasta. Mér langar að vekja athygli ykkar hversu í raun og veru lýðræðisleg leið er farin í svona skipulagi. Sjáu þið allan fjölda umsagnar sem að berast bara í skipulagslýsingunni einn og saman. Þannig að málið er raun og veru vel byggt upp og heldur áfram í gegnum deiliskipulagið og það er náttúrulega það sem við þurfum fyrst og fremst að byggja á. Að málin séu vel unnin, rökleg og það sé sannarlega kallað eftir öllum sjónarmiðum. Þannig tökum við bestar ákvarðanir. Þannig að en þetta er það sem er framundan, það er þessi deiliskipulagsvinna og ég held að það sé afar mikilvægt og það væri kannski ákveðin viðbót við þessa deiliskipulagsvinnu er að kalla til þessari íbúafundar en ég held að það væri skynsamlegt og góð leið. Kærar þakkir fyrir þetta, Pétur. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóð. Þá byrja upp tillögum að bæjarstjórn samþykkja vísa athugasemdum sem eiga við deiliskipulag til áframhaldandi vinnu við deiliskipulagstillögu og athugasemdir sem eiga við aðalskipulag fá umfjöllun við vinnunni í aðalskipulags Hveragerðisbæjar 2025 til 2037. Ég legg þetta undir fundin til samþykktar, gefa merki sem samþykkja og það er samþykkt samhljóða. Þá köllum við Öldu inn á fundin aftur, gjörðu svo vel. Þá erum við komin í fundarlið nr. 6, fundadatal skipulags- og umhverfisnefndar fyrir veturinn 25 til 26. Þarna er verið að færa fundi aðeins á milli dagsninga en skipulags- og umhverfisnefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja uppfært fundadatal nefndarinnar og orðið laust þannig lið.
Engin hver sem hljóðs, þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillögu um uppfærið fundadatali skipulags- og umhverfisnefndar. Það gefur merki sem samþykkið og það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerðin að öðru leyti. Enginn hefur hvatt sér hljóð og þá legg ég fundargerðina, já, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti. Mér langaði bara aðeins varðandi lið 2 að fagna því að það sé möguleiki á styrk frá stjórnvöldum í þetta verkefni. Ekki veitir af, þetta verður dýrt held ég. En það er kannski áhyggjuefni að þessu er náttúrulega vísa til fjárlagagerðar og ég veit ekki hvernig það fór í þeirri meðhöndlun. Þannig að það væri kannski ef að bæjarstjórið einhver veit hver afdrif þessara styrkja urðu þar. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Tek undir með þeim sem hafa tekið til máls hérna á fundinum fyrr í dag. Það er mjög ánægjulegt að vera hérna í þessum nýja sal og sömuleiðis að vera hér þátttakandi í 600. fundi bæjarstjórnar. Ég vildi bara koma stuttlega inn á það mál sem var til umfjöllunar hjá þessari nefnd sem varðar í rauninni framtak ungmennaráðs. Þar sem að þau eru að hvetja til þess að það verði tekið til skoðunar að fjölga ruslatunnum sem eru aðgengilegar almenningi á göngu sinni bæinn og bara fagna því að nefndin hafi fært þetta í þann farveg að við myndum hafa aðgengilegri leið til þess að sjá hvar væri að finna slíkar ruslatunnur í bænum. Það er hægt að sjá það núna á þekjunni, kortaþekjunni fyrir Hveragerðisbæ. Og svo sömuleiðis að þá hefur nefndin það í hyggju, skipulags- og umhverfisnefndar að taka þetta mál fyrir aftur og við hlökkum til að fá frá þeim tillögur þar af því að það væri gaman að grípa þetta á lofti og taka undir þetta góða framtak. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Dagný. Ég þakka Eyþór fyrir fyrirspurnina en ég legg til að bæjarstjóri bara svari skriflega, bara í tölvupósti hvað þetta varðar. En þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar þegar ég merkir sem staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá erum við komin á fundargerð skólanefndar frá 14. janúar og þá er orðið laust fundargerðina. Engin hver sem hljóðs, þá, já, Alda, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég rak aðeins augun í þetta mat á stoð- og stuðningsþjónustu þarna í fundargerðinni og var að hugsa að síðasta kjörtímabili að þá gerðum við skólastefnuna sem átti svo að framfylgja í framhaldi og ég veit að það eru til öll gögn til þess að fylgja því eftir en kannski hefði þurft að fylgja því betur eftir, að kalla það inn og er ekki svo númer 2, er það ekki þetta með frá foreldrafélaginu, er ekki rétt mér? Og þá er ég að hugsa þegar ég las það að það þessa tillögu að því að það foreldrum þykir máltíðirnar ekki nógu kannski próteinbættar eða ég veit ekki hvað það er. Og þá segja þá að tillaga að þau myndu greiða alltaf 50 krónum á dag til þess að mæta þessu. Þannig að ég var bara að hugsa hvort það er gert einhver úttekt á þessu almennt séð, leik- og grunnskóli og hvað það er þá og kalla þá sérstaklega kannski eftir því hvað það er sem fólk er að biðja ekki bara svona alveg almennt. Þannig að ef að skólamynd myndi kannski skoða þetta betur, báða liðina. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Alda. Ég get kannski upplýst aðeins þennan fund og það sem þarna fór fram.
svið hefur skoðað skólastefnuna og hún er bara mjög vel unnin, flott skólastefna sem er verið að vinna að. Þannig að hún er alveg í fullri virkni. Þannig að og við miðum alltaf við skólastefnuna í öllum erindum og öllu starfi okkar hér. Þannig að það er alveg í góðum höndum. Hvað varðar erindi frá foreldrafélaginu, niðurstaða fundarins var að fela í rauninni starfsmanni nefndarinnar Elvu að skoða það sérstaklega. Það var rætt hvort það ætti að gera skoðanakönnun meðal foreldra, hvort þetta væri almenn óánægja meðal allra foreldra eða hvort þetta væri afmarkaður hópur. Það voru aðeins settar spurningamerki við þessa upphæð. Er þetta raunhæft að þessi 1000 krónur að það myndi duga? Það sem var svolítið svona rætt á þessum fundi var það að skoða heildarfjármagn sem er sett í matarinnkaup fyrir leikskólana og hvort að það hefur staðist í rauninni bara vísitöluhækkanir á matvörum og annað, hvort að það í rauninni að matráðirnir hafa minna úr að moða hvað fjármagn varðar upp á til þess að þau geti haldið næringargildunum sem slíkum. En Elva er með þetta mál til skoðunar og þetta verður tekið fyrir aftur á næsta skólaráðsfundi. Þannig að bæta við. Já, gjörðu svo vel, Alda. Forseti, já, ég gleymdi að nefna það, kannski væri líka, að því ég sá það hvergi í gögnunum, sko hvort þessu yrði vísa líka til nemendaráðs og skólaráðs. Þannig að þetta fengi bara svona almenna umfjöllun ef við erum að skoða málin. Þannig að þessu skoðu frá öllum hliðum, ekki bara einsleitt. Takk fyrir þetta, Alda. Það var rætt það að kæmu fulltrúar bæði frá foreldrum, frá leikskólanum, frá stjórnendum, en þetta var einskorðað við leikskólana. Erindi var þess eðlis að það var bara verið að ræða leikskólana og einungis annan leikskólan. Þannig að þetta var ekki alveg samræma milli hvað þetta varðar. Þannig að Elvu var falið að skoða þetta, móta einhvers konar spurningakönnun sem yrði lögð fyrir. Þannig við værum svolítið að við fæum slett að mappa þetta aðeins upp stöðuna á málaflokknum, hvað varðar þjónustuna, hvað varðar fjármagn sem er sett í þetta, vilja foreldra og svo framvegis. Þannig að það voru góðar umræður á þessum fundi bara mjög og það var vel tekið í þetta erindi og það er mikilvægt að við séum að börnin sé að fá mjög góða máltíðir og næringarríka máltíðir og foreldrar viti, svona það bil innihaldslýsingar hvers kyns matvöru er verið að gefa börnunum. Þannig að bara mjög góða spurningar og það bara við fylgjum því svolítið eftir á næsta skólanefndarfundi en þetta var einungis verið að tala um leikskólan. En já, fleiri hafa ekki hvatt sér. Já, Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Mér langar bara að vekja máls á einmitt þessu mati á stoð- og stuðningsþjónustu sem var tekið fyrir á þessum fundi nefndarinnar og bara hvað það eru gríðarlega jákvæðar og bara styrkjandi niðurstöður fyrir okkur fyrir þessa þjónustu sem að komið þar út. Auðvitað er þetta leiðarvísi fyrir okkur til þess að gera einmitt gott starf enn betra en það sem kemur þarna fram er í rauninni bara til marks hvað okkur hefur tekist hjá Hveragerðisbæ að bara gera mun betur en áður í þessum málaflokki og að við höfum á þessum tímamótum bara fyrir okkur standa bara ótrúlega mikill mannauður og mikil þekking og mikil metnaður innan þessara sviða hjá bænum og ég bara hef fulla trú á því að við getum tekið þessi mál áfram og gert og enn betur og eins og ég segi, bara mjög ánægilegt að sjá þessar niðurstöður og sömuleiðis svona leiðarvísin sem við fáum þarna í hendurnar fyrir framhaldið. Takk fyrir. Kærar þakkir, Dagný. Kannski bæti ég örlítið við hvað þetta varðar. Mig langar að taka undir með bæfulltrúa Dagný þar sem að niðurstöðurnar voru mjög góðar og það voru mjög gagnlegar. Ástæða þess að við fórum í þessa úttekt var til þess að skoða svið og skoða þjónustuna sem Hveragerðisbær er að veita
Eftir það við tókum þjónustuna til okkar, eftir að við sagðum okkur úr skólavelferðarþjónustu Orange Things, þá tókum við sviðið til okkar og við erum að móta það. Þannig að við vorum þarna á þessum tímapunkti á fullkomnum tíma til þess að skoða þjónustuna, skoða þarfirnar hjá stofnunum Hveragerðisbæjar og þarna er bara algjörlega tækifæri sem er bara mjög frábært að geta tekið áfram og tekið lengra, rosalega gott starf sem er unnið á öllum þessum stofnunum og ég tek undir með bæjarfulltrúa Dagný í það sem hún segir að mannauðurinn, hvað við erum eigum ótrúlega góðan mannauð á öllum þessum stöðum. Já, eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég byrja upp tillögu að staðfesta fundargerðina, gefa merki sem að staðfesti og hún er staðfest. Þá förum við í liði nr. 3, fundargerð bæjarráðs frá 15. janúar, þar afgreiðum við sérstaklega liði nr. 4, 7, 8 og 10. Liði nr. 4, það er beiðni Landsnet HF heimildir til lagningar Þorlákshafnarlínu 2 á eignarlandi Hveragerðisbæjar. En þar leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi samningsdrög og heimila lagningu Þorlákshafnarlínu 2 eignarland Hveragerðisbæjar fyrir sitt leyti sem landeiganda gegn greiðslu þeirra bóta sem Landsnet HF leggur til. Fyrirhuguð Þorlákshafnarlínu 2 er í samræmi við tillögu að aðalskipulagi sem er í auglýsingu. Orðið er laust. Engin hversi hljóðst, þá langar mig kannski bara aðeins að bara fagna þessu. Við höfum start á stöðu kjörtímabilinu verið að ræða það að hvað það væri gott að fá línuna í jörð, að það rýmkar aðeins byggingalandi hjá okkur og þetta er stórt skref, þetta er búið að taka langan tíma. Þannig að þetta er mjög stórt skref fyrir okkur að þetta sé komið á þennan stað. Þannig að ég bara fagna því innilega. En þá legg ég tillögu hér að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að samningum við Landsnet HF vegna lagningar að Þorlákshafnarlínu 2 eignarland Hveragerðisbæjar gegn greiðslu þeirra bóta sem Landsnet HF leggur til og að bæjarstjórn sé falið að undirrita framlagðan samning og önnur framlögð skjöl fyrir hönd Hveragerðisbæjar. Þar með talið yfirlýsingu kvöð sem verður þinglist á Vorsabæ L 17 16 26 og Öxnalæk L 17 16 30. Ég legg þetta undir fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundarlið nr. 7, styrkur vegna fjölgrannaverkefnis á árinu 2025 og samstarfssamningur við íþróttafélagið Hamar. En bæjarráðið leggur til við bæjarstjórn að samþykkja greiða styrk til íþróttafélagsins Hamars vegna fjölgrannaverkefnis fyrir börn í 1. og 2. bekk vegna ársins 2025 að fjárhæð 3.144.000 krónur. Orðið er laust. Engin hversi hljóðst, þá bara langar mig aðeins að bæta hérna við áður en við leggjum þetta upp til samþykktar. Mér langar að fagna þessu gríðarlega skemmtilega og góða verkefni sem þetta er unnið. Þarna erum við að sjá fjölgun í greinum í deildum hjá Hamri og ég sé að það eru önnur, þetta verkefni byrjaði til dæmis á Egilsstöðum hjá Hetti og ég veit að það eru fleiri íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu sem eru að horfa til þessara verkefna tveggja sem er bara fagnaðarefni, þannig að við séum íþróttafélag Hamar sé svolítið fyrirmyndi í framkvæmd þessa verkefnis. En þá legg ég upp tillögu. Ber ég upp tillögu að bæjarstjórn samþykkja greiða styrk til íþróttafélagsins Hamars vegna fjölgrannaverkefnis fyrir börn í 1. og 2. bekk vegna ársins 2025 að fjárhæð 3.144.000 og þeir gefa merki sem samþykkja og það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundarliður 8 fundaáætlun skólanefndar fyrir veturinn 2025-26 og þar leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja framlaga fundaáætlun skólanefndar fyrir veturinn 2025-26. Orðið er laust. Engin hversi hljóðst, þá legg ég undir fundin að samþykkja þessa fundaáætlun skólanefndar og það er samþykkt. Þá erum við komin í fundalið 10 tillögu breytingu á fundadagatali bæjarráðs. Það leggur bæjarráð til að við breytum fundadagatali fyrir afsakið mig, ég ætla að fá að byrja upp á nýtt. Þar samþykkir bæjarráð samhliða breytingu á fundadagatali fyrir sitt leyti en vísar tillögunum til endanlegrar ákvörðunar til bæjarstjórnar. Orðið er laust. Þá legg ég þessa tillögu undir fundi til samþykktar þegar gefa merki sem samþykkja og það er samþykkt. En þá er orðið laust fundargerðina öðru leyti. Engin hversi hljóðst, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar og gefa merki sem staðfesta. Já,
Gjörðu svo vel. Forseti og öll þið hin og bara til í hamingju öll með fund nummer 600. Það er auðvitað gaman að vera hér í grunnskólanum. Þetta er auðvitað svona aðeins breyting frá því að vera á bæjarskristofunni en hérna mér langaði bara aðeins að koma inn á þetta varðandi fundargerð bæjarráðs. Hér er alveg þó nokkrar umsóknir styrk fyrir nema í leikskólakennarafræðum og mér langar alveg sérstaklega að fagna þessu og við vorum að tala hérna, margir bæjarfulltrúar búin að tala um bara hvað við eigum gott starfsfólk og mikinn mannauð og það er náttúrulega ákaflega dýrmætt fyrir bæjarfélag að hafa mikinn mannauð og við höfum bara verið þar gæfu aðnjótandi að eiga að á okkar stofnunum séu kennarar og við fögnum því auðvitað og við fögnum því auðvitað að ég sérstaklega gerir það að við séum að auka í þeirra hópi og frábært þegar fólk sér það að það vilji, þetta er allt saman fólk sem er búið að vinna og er að vinna í okkar skólum og það vil áfram fjárfesta svo í sinni menntun og við ætlum að gera það með þeim og fögnum þessu bara sérstaklega. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Jóhanna. En þá legg ég fundargerðina fundin til staðfestingar, geimmerki sem staðfesta og hún er staðfest. En þá er það fjórðulegu fundargerð afmælisnefndar Hveragerðisbæjar frá 27. janúar. Orðið er laust. Njörður. Gjörðu svo vel. Forseti, mér langar nú bara aðeins að koma hér upp og gera grein fyrir störfum afmælisnefndar og þetta liggur fyrir fundargerð frá síðasta fundi og hún er líka í gögnum bæjarráðs og var tekin fyrir í bæjarráði í síðustu viku. Það eru meiri upplýsingar fundinn og liggja meðal annars fyrir drög að dagskrá afmælisársins sem að við dreifum á allt árið og þetta eru viðburðir og ýmislegt sem að tengist bara Hveragerði í víðu samhengi. Og svo vil ég vekja athygli á afmælisdegi Hveragerðisbæjar og drögum að dagskránni fyrir afmælisdaginn sem að liggur líka í fundargögnum bæjarráðs. Fyrst við erum að fjalla hér um fundargerð afmælisnefndar og þar er stefnt að opinberri heimsókn forseta Íslands hingað til Hveragerðis þar sem að honum verður farið verður með forseta Hveragerði og honum sýnt ýmislegt sem er í gangi hér. Reykjaböðin meðal annars stefnt að og það sem er í gangi varðandi hjúkrunarheimili Ás, það er svona það sem er verið að hugsa og það er líka nefnt að forsetinn hitti svo börn úr leikskólum bæjarins í Lystigarðinum og þar verður þá lítil dagskrá sem að krakkarnir setja saman sem ég held að sé mjög skemmtilegt og svo stefnum við að hátíðafundi í Skyrgerðinni sem er nú gamla hreppshúsið eða þinghús að vísu byggt fyrir Ölfushrepp en svo eignaðist Hveragerðisbær þetta og þar voru auðvitað fundir hreppsnefndarinnar fyrstu sinn. Og svo er gert ráð fyrir að allur hópurinn komi hingað einmitt í grunnskólan í þennan sal og við ásamt forseta Íslands borðum hér með börnunum í grunnskólanum. Þannig að ég held að þetta getur orðið bara mjög skemmtilegur og hátíðlegur dagur þar sem við erum með Hveragerði og framtíð Hveragerði sem getur orðað þannig sem eru leikskólabörnin og grunnskólabörnin svolítið í forgrunni. Kærar þakkir fyrir þetta, Njörður. Allir að taka daginn frá, myndi ég segja. Þá legg ég fundargerðina til fundi til staðfestinga þegar geimmerki sem staðfesta og hann er staðfestur. Þá erum við komin í 5. lið fundargerð velferð og fræðslunefndar frá 27. janúar og þar afgreiðir sérstaklega liði nr. 2 og 3. Fundarlið 2 minnisblað velferðsviðs vegna hækkunar á upphæð greiðslu til stuðningsfjölskyldna en velferð og fræðslunefnd leggur til við bæjarstjórnina að samþykkja uppfærða gjaldskrá vegna greiðslna til stuðningsfjölskyldna og orðið laust. Ekki hvað þessi hljós, þá legg ég það undir fundin að samþykkja það að uppfæra gjaldskrá vegna greiðslna til stuðningsfjölskyldu samanber framlögu minnisblaði velferðarsviðs. Gefa sem samþykkja það. Og það er samþykkt.
Þá erum við komin á fundarlið nr. 3. Minnisblað velferðarsviðs vegna álagsgjalds til stuðningsfjölskyldna. Og velferðarfræðslunefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja að bæta við álagsgjaldi á greiðslu til stuðningsfjölskyldnu líkt og fram kemur í framlögðu minnisblaði til samræmis við önnur sveitarfélög. Orðið laust. Og þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki að fagfundur hafi heimild til þess að samþykkja álagsgreiðslur til stuðningsfjölskyldna í samræmi við tillögu í framlögðu minnisblaði velferðarsviðs. Og þeir gefa merkis að samþykkja þetta og það samþykkt samhljóða. En þá orðið laust fundargerðina að öðru leyti og enginn hver hljós, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar og hún staðfest. Mjög gott. Þá erum við komin í 6. lið fundargerð samráðshóps um málefni fatlaðs fólks frá 28. janúar og þar afgreiðum við lið nr. 3 sérstaklega og það breyting á starfsáætlun samráðshóps um málefni fatlaðs fólks og samráðshópurinn hefur samþykkt breytta starfsáætlun fyrir sitt leyti og tillagan lögð fyrir bæjarstjórn. Orðið laust. Og þá legg ég til að bæjarstjórn samþykkja að breyta starfsáætlun samráðshóps um málefni fatlaðs fólks í Hveragerði í samræmi við fyrirliggjandi tillögu samráðshópsins og það samþykkt samhljóða. En þá orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Mér langaði bara að vekja sérstaklega athygli á lið 1 undir þessari fundargerð samráðshópsins þar sem var fjallað byggðarsamlagi Bergrisann og aðkomu Hveragerðisbæjar að því starfi sem framfyrir þar og sömuleiðis bara það sem við fengum inn aðila sem eru þá inn í því starfi og ég fekk að kíkja þarna með inn á fundinn til þess að svona gefa eins innsýn inn í þau störf sem okkar fulltrúar í stjórninni sinna og það bara kom út úr þessu afboðslega gott samtal sem gríðarlega mikilvægt í þessu vettvangi þar sem við erum með verkefni sem við færum í rauninni fjær kjörnum fulltrúum með eiginlegum hætti með því að setja þau inn í svona fyrirkomulag sem þó nauðsynlegt í þessu málaflokki til þess að sveitarfélögin geti sinnt þessum verkefnum vel og þar sem ég fagna sérstaklega sömuleiðis að í rauninni bókun ráðsins að þá hvetur samráðshópurinn bæjarstjórn til þess að beita sig með virkum hætti á vettvangi Bergrisannsbæjar fyrir fjölgun sértækra þjónustúrræða í Hveragerði og að sömuleiðis þá verði mætt þjónustuþörf öryrkja og fatlaðs fólks í bæjarfélaginu með því að gera ráð fyrir fjölgun þjónustúrræða sem flokkast undir lög félagsþjónustu sveitarfélagi fjárhagsáætlun að gera næstu ára og þau benda þar á til dæmis þjónustúrræða fyrir einstaklinga sem hafa stuðningsþarfir en fá ekki gangast undir sísmat og ég veit að þessi hópur sem ávarpaður þarna þjónusta við þann hóp hún gríðarlega mikilvæg fyrir okkur sem samfélag og gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagi sinni þeim málaflokki vel og það með við þau samtöl sem áttu sér stað á fundinum þörf á að Hveragerðisbær móti aðeins betur með hvaða hætti bærinn kemur að þeirri þjónustu og á sömuleiðis í samtali við Bergrisann þessa skörun þarna á milli. Þannig að þetta var mjög gagnlegur fundur og mjög gott samtal og ég bara fagna því að við séum búin að virkja þennan vettvang með þessum hætti. Takk fyrir. Kæri þakki fyrir þetta, Dagný. En þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar. Það gefur merkis að staðfesta fundargerðina og hún staðfest. Þá það fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 3. febrúar. Þar afgreiðir liðið sérstaklega nr. 1, 2, 3 og 4. Fundarlega nr. 1 gjaldskrá Hveragerðisbæjar 2026 vegna sorphirðu og það til að breyting á gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs sem verðum og við afgreiðum hana sérstaklega undir liði nr. 13 hér á eftir. En þá það liður nr. 2 bæjarskilti. Hér að ræða byggingaleyfis umsókn Hveragerðisbæjar ásamt fylgiskjölum vegna bæjarskiltis sem fyrirhugað að setja upp við bæjarmörkin í Kömbunum. En skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja uppsetningu bæjarskiltis með fyrirvara umsögn vegagerðarinnar en falla má frá grenndarkynningu í samræmi við 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga þar sem leyfisskyld framkvæmd varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins. Orðið laust þennan lið.
Engin hver þessi hljós, þá ber ég hér upp tillögum að bæjarstjórn samþykkja að falla frá grenndarkynningu vegna byggingarleyfisumsóknunar samanber 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 enda varð framkvæmdin ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins. Þeir gefa merki sem samþykkja þetta og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundalið nr. 3 deiliskipulag greinarmerkur 10 heilsustofnun deiliskipulagsbreyting vegna sólskála við Lækjabrún. Og það leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við bæjarstjórn að samþykkja deiliskipulagsbreytinguna óbreytta orðalaust. Engin hver þessi hljós, þá legg ég upp tillögum að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagsbreytinguna vegna sólskála við Lækjabrún 1-43 í samræmi við fyrirliggjandi gögn þegar gefa merki sem samþykkið og það samþykkt. Við erum komin þá í fundalið nr. 4 deiliskipulagsbreyting ferðaþjónustusvæðis við Árhólma í Hveragerði breyting vegna gistiskála. En skipulags- og umhverfisnefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja deiliskipulagsbreytinguna í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breytingi víkur ekki frá notkun, heildar nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Orðið listum þannig lið? Já, Eyþór gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði bara að nota tækifærið og spyrja gang verkefnisins, hvernig staðan og verður opnað á, var það ekki í vor eða í sumar eða hvernig það var. Langaði svona, ég aðeins verið í fjallað frá þessu, en mér langaði aðeins að vita meira. Takk. Mjög gott, takk fyrir þetta spurningu. Ég hugsa að beina spurningar til Péturs og hann til þess að svara. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðri góðir tilheyrendur. Þetta er góð spurning. Gott að geta farið stuttlega yfir stöðuna á verkefninu sem mjög góð. Eins og við kannski höfum öll upplifað að þá hefur verið óvenju góð tíð í vetur og óvenju góð tíð til framkvæmda. Þannig hafa framkvæmdin gengið vonu framar upp í Árhólmum. Það má líka segja að það hefur gengið mjög vel að fylgja eftir þeim verkefnum sem upp á stóð á sveitarfélagið gegnum samningana og heilt yfir hefur samstarf sveitarfélagsins við þessa aðila sem standa að uppbyggingunni Reykjadalsfélagið eins og við köllum það stundum, en þetta nú flóknari samsetning á eignarhaldi þar heldur en svo, gengið alveg eftirtektarvert vel. Þannig að, og bara aðeins að setja þetta í samhengi því við gleymum stundum hversu umfangsmikil framkvæmd þetta er. Þessar framkvæmdir sem núna eiga sér stað og uppbyggingu upp í dal að fara að losa einhvers staðar í nær 11 milljörðum en ekki. Þannig að þegar við stundum að tölum um innspýtingu inn í atvinnulíf Hvergeringa þá skulum við hafa það í huga að uppfrá einn stærsta framkvæmd Suðurlandsins nú dagana. Og ekki bara stór framkvæmd, þetta líka framkvæmd sem algjörlega í anda og í staðarblæ Hveragerðis. Það finnst mér geyfilega mikilvægt. Það eitt að standa mikil atvinnuuppbyggingu, annað að geta valið sér uppbyggingu sem við erum stolt af og eykur bara vellíðan gæði og það sem við viljum standa fyrir í bænum. Þannig og þetta verkefni sem væntanlega að fara að skapa á annað 100 störf í bænum og ég vek athygli á því að núna til dæmis verið einfaldlega að auglýsa eftir starfsfólki í þessi verkefni. Þannig að heilt yfir hefur þetta mikil og góð áhrif á bæinn, trúi ég, og kannski það sem skiptir mestu máli á eftir að auka prýði hans og sóma. Það ótrúlega mikilvægt. Ég að því eitt umfang og stærð, annað gæði, prýði og sómi. Þannig að þegar þetta fer vel saman, þá erum við á góðri leið með atvinnuuppbyggingu og það þetta sem við getum verið stolt af, tel ég. Vel Alda og svo Njörður. Já, forseti, ég svona aðeins þessu skylt þó það sé ekki nákvæmlega þetta málefni.
En að því að nú erum við að tala um að þetta ég opna í sumar og þar með gerum við ráð fyrir aukningu ferðamanna og að þetta skapi cirka 200 manns störf. Þannig að það verður aukning á umferð hérna um Breiðumörkuna myndi ég telja og ég á bara að spá í hvort það verði ekki örugglega komin upp fleiri svona ljós við gangbrautir á Breiðumörku. Takk fyrir þetta alltaf, mjög góð ábending. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, svona til þess að bregðast við því sem kom hérna fram í innleggi Öldu, þá er það bara mjög fín ábending og ég held að við þurfum akkurat að fara að huga þessu og þá kannski sérstaklega hér við hérna skýrgerðina. Þar kom í raun og veru bara gönguljós. Nú eru þetta svona snjalljós sem að blikka þegar einhver er að ganga yfir eða nálgast gangbrautina sem er mjög gott. En ég held að við séum mögulega farin að koma á þann stað út af umferð bara á Breiðumörkinni að þar á þeim sérstaklega stað þurfi mögulega ljós og huga að því kannski víðar varandi umferðar og öryggi sem er auðvitað mjög mikilvægt. En það sem mér langaði fyrst og fremst að koma hér inn á er einmitt þessi uppbygging inn í dal sem að Reykjadalsfélagi stendur fyrir og er samkvæmt samningi sem að Hveragerðisbær gerði við Reykjadalsfélagi árið 2024. Og þetta var tímamóta samningur í sögu bæjarins, vegna þess að þarna lögðum við grunninn að því hvernig við nálgumst svona uppbyggingarverkefni. Og verðmæti þessa samnings fyrir Hveragerðisbæ er einhvers staðar á bilinu 800 til 900 milljónir króna. Og þar fær Hveragerðisbær 220 milljónir króna í byggingaréttargjöld sem er greitt raun og veru í beinhörðum peningum, við getum orðað þannig. Afgangurinn eru framkvæmdir sem að Reykjadalsfélagi stendur fyrir á svæðinu og afhendir svo Hveragerðisbæ til uppbyggingar. Þannig að þetta er mjög stórt verkefni eins og bæjarstjóri komið inn á, en líka mjög gott verkefni fyrir Hveragerði, skapar atvinnu og líka skapar tekjur hér til inn í bæinn, ekki bara í kringum þennan samning heldur auðvitað líka í framtíðinni með þeirri þjónustu sem við erum boðið upp á þarna. Kæra þakka fyrir þetta, Njörður. Eru fleiri sem vilja hverja ljós undir þessum lið? Þá legg ég tillögu hér fram að bæjarstjórn samþykki tillögu að breyttu deiliskipulagi ferðaþjónustusvæðisins við Árhólma sem er óveruleg samanber 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 enda er með breytingunni ekki vikið frá notkun, heildarnýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins. Þá er jafnframt borin upp tillaga að fallið verði frá grenndarkynningu þar sem ekki aðrir en Hveragerðisbær og Lóðarhafi eiga hagsmuna að gæta, samanber 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2020. Og ég legg þetta undir fundi til samþykktarkið að gefa merki sem samþykkið og það er samþykkt samhljóða. En þá er orðið laust fundagerðina að öðru leyti. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Við langaði að vekja máls á lið 7 undir fundagerðinni. Þar er fjallað minnisblað leikvelli frá skipulagsfulltrúa og þar fáum við dálítið góða samantekt á leikhúsaðinum sem við höfum hérna hjá okkur í Hveragerði og þau verkefni sem hafa verið svona í vinnslu hjá okkur í þeim efnum. Og nefndin leggur þar til að fela umhverfisfulltrúa að gera gangskur í að merkja leikvellina með skiltum og setja fyrir yfir leikvellina hvort þessu bæjarins og þetta er auðvitað eitthvað sem við höfum líka í gegnum tíðina og ef maður rétt þá var það á síðasta ári sem við tókum fyrir akkurat þetta að finna eitthvað góðan flöt á því að vísa betur á leiksvæði bæjarins og við búum ótrúlega vel í grunninn að leiksvæðum hér í Hveragerði og það er mjög gagnlegt fyrir okkur sem kjörna fulltrúa líka að bara fá gott yfirlit yfir líka hvaða aldurshóp þessir leikvellir sem eða þessi útivistarsvæði sem við erum með núna, hvaða aldurshópum þau þjóna af því að eins og komið er inn á þarna þá er mikilvægt að við séum að þjóna öllum aldurshópum þar og það sem að liggur fyrir núna
er meðal annars varðandi leiksvæði sem að er skipulagt í Heiðmörk við Heiðmörk 66. Þar á að ráðast í bara meira íbúasamráð varðandi hvernig við útfærum þær leiksvæði og ég held að sé líka mjög gott og gagnlegt að íbúar hafi tækifæri til þess að koma að þessara vinnu því að það eru þetta íbúarnir okkur hérna sem að munu nýta sér þetta en inn í þá vinnu þá er tekin þessi greining á því hvaða aldurshópa vantar svona betri svörun við í þeim leiksvæðum sem við erum með hér í dag. En þetta er bara mjög jákvætt verkefni, skemmtilegt verkefni og bara vildi fagna þessu sérstaklega og hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. En þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar, geomerki sem staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá er það fundargerð byggingarnefndar við viðbyggingu við Íþróttahúsið frá 4. febrúar, orðið list. Ekki hvað sem hljóðs, þá ber ég upp tillögu að staðfesta fundargerðina, geomerki þessum að staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá er það 9. liði fundargerð menningaratvinnu markaðsnefndar frá 4. febrúar. Þar afgreiðir liðið sérstaklega nr. 1 og 5. Undir fundarlið 1 er áskorun ungmennaráðs vegna opnunartíma í Sundlauginni, Laugaskarði. En á fundinu þá 25. nóvember síðastliðis þá skoraði ungmennaráð og bæjarstjórn að lengja opnunartíma Sundlaugarinnar í Laugaskarði yfir vetrartímann. En ungmennaráð langaði að kanna möguleikana á því að lengja vetraropnunartímann til kl. 21 eða 21:30. Menningaratvinnu og markaðsnefnd bókaði eftirfarandi fundi sínum þann 4. febrúar síðastliðnum að nefndin fagnaði framtaki ungmennaráðsins og leggur til við bæjarstjórn að opnunartími Sundlaugarinnar verði breytt yfir vetrartímann með eftirfarandi hætti: mánudaga og til föstudaga frá 6:30 til 21 og laugardaga til sunnudaga frá 9 til 17:30. Var það list? Gjörðu svo vel, Jóhanna. Já, forseti. Það skal engan undra að ég standi upp og tala Sundlaugina. En mér langaði að fagna því framtaki og þessari frábæra hugmynd frá ungmennaráðinu. Og ég er svo virkilega ánægð með að ungmennaráðið er farið að starfa og fúnkera eins og við sáum það fyrir okkur. Og mér langar eiginlega svona að minnast á það að hann félagi minn Garðar Árnason, hann kom með þessa hugmynd að mér minnir á síðasta kjörtímabili. Eða lengra síðan jafnvel og ég held að það sé bara þar síðasta en og hann situr núna í öldungaráði þannig að þetta er gott jafnvægi í þessu hjá okkur og mér finnst bara svo frábært að þetta mál sé komið á dagskrá að því að það skiptir gríðarlega miklu máli í góðu samfélögum eða öllum samfélögum að öll fá tækifæri til þess að láta í sér heyra, allar raddir fá að heyrast. Og hér er það unga fólki okkar sem kemur með þessa tillögu og ég er alveg viss það að það verði margir ánægðir með þetta og ég held að við ættum að samþykkja þetta. Ég bara hvet okkur til þess að gera það og við þurfum líka að kynna þetta vel og svo að hvergeringar viti þessu góða verkefni. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ef ekki, þá ber ég hér upp tillögu að bæjarstjórn samþykki að breyta vetrar- og opnunartíma Sundlaugarinnar í Laugaskarði. Þannig að opnunartíminn verði mánudaga til föstudaga 6:30 til 21 og laugardaga og sunnudaga frá 9 til 17:30 og bæjarstjórn sé falið að sjá breytingarnar komi til framkvæmda sem fyrst. Þá er lagt til að, já, og mig langar bara að bóka með þessu að bæjarstjórn fagni þessi frumkvæði ungmennaráðs. En þessi breyting á opnunartíma Sundlaugarinnar hún rúmast innan fjárhagsáætlunar þannig að það er ekki þörf á viðauka eða neitt slíkt. En ég legg þessa tillögu undir fundi til samþykktar og þeir geomerki sem samþykkja og það er samþykkt samhljóða. En þá erum við komin í fundalínu 5, tónlistarhátíðin Hverafugl. Menningaratvinnu og markaðsnefnd lagði til við bæjarstjórn að veittur yrði ókeypis aðgangur í Sundlaugina Laugaskarði þegar tónleikar Strokk kvartettsins Sigga verða haldnir í lauginni sunnudaginn 28. júní 2026. Fyrir það sem hafa helgarpassa á hátíðina. Einnig að veitt verði endurgjaldslaust afnot af hátíðasal grunnskólans og Sundlauginni í samráði við stjórnendur og jafnframt lagt til að nefndin til að hátíðin verði styrkt 1 milljón.
orðið laust þennan lið. Dagný, gjörðu svo vel. Forseti, mig langaði bara að fagna þessu framtaki. Mér finnst alltaf ótrúlega gaman að sjá þegar einstaklingsframtakið svona aukar menningarlífið hjá okkur hérna og sérstaklega að við getum séð okkur fært að styðja við þau framtök með þessum hætti af því að þetta gríðarlega mikilvægur hluti af dálítið bara sálinu okkar hér í Hveragerði að svona viðburðum sé gert hátt undir höfði og ég bara hlakka mikið til að fá að upplifa þetta með ykkur vondi sem flestum. Kæra þakki fyrir þetta, Dagný. Það eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið. Ef ekki, þá leggja hér fram tillögu að bæta samþykki. Tillögu menningarráðs og markaðsnefndar að veita tónlistarhátíðinni Hvera fugl styrk að fjárhæð 1 milljón. Endurgjaldslaus afnot af hátíðasal grunnskólans á Hveragerði á meðan hátíðinni stendur í samráði við skólastjóra og endurgjaldslausan aðgang að sundlauginni fyrir þá sem hafa helgarpassa hátíðina. Þegar tónleikar Strokk kvartettsins Sigga verða haldnir í lauginni sunnudaginn 28. júní. Ég mjög spennt yfir þessum Strokk kvartett Sigga. Já, ég legg þetta undir fundið til samþykktar, það kemur ekki sem samþykkja og það samþykkt samhliða. Það eins gott að allir setja 22. júní í dagatalið sitt og við mætum í sund. Já, einmitt. Það hljómar öðruvísi. Takk fyrir, Eyþór. Þetta ekki Strokk kvartettin, þetta Strók kvartett. Takk fyrir. En þá það fundagerðin að öðru leyti. Að þá legg ég til að fundurinn staðfesti fundagerðina. Og hún staðfest. Þá það fundagerð bæjarráðs frá 5. febrúar. Þar afgreiði liðið sérstaklega númer 9, 17, 18, 19, 21, 22 og 25. Fundarlið númer 9 bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þar lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja greiðslu að fjárhæð 1.028.943 krónur til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna þátttöku Hveragerðisbæjar í stafrænum samstarfsverkefnum. En verkefni fjármagnað í fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 26. Orðið laust. Ekki hversu hljóst, þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki greiðslu að fjárhæð 1.028.943 krónur til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna þátttöku Hveragerðisbæjar í stafrænum samstarfsverkefnum. Og gefum merki sem samþykki þetta. Og það samþykkt. Þá það fundilið 17 þjónustusefna Hveragerðisbæjar. Það lagt til að þar leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja tillögu að þjónustusefnu Hveragerðisbæjar orðið laust. Engin hversu hljós, þá legg ég upp tillögu að bæjarstjórn samþykki þjónustusefnu Hveragerðisbæjar og að bæjarstjóra verið falið að koma stefnunni í kynningarhæft form, kynna stefnunni á heimasíðu bæjarins og í stofnunni bæjarins og gefa merki sem samþykki þetta. Og það samþykkt samhliða. Það fundaliður 18 til að breytingum á skipuriti Hveragerðisbæjar. Bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja breytingu á skipuriti Hveragerðisbæjar með þeim breytingum sem ræddar voru. Orðið laust. Alda, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég renndi aðeins yfir þetta, ég ætla aðeins að ná í tölvuna. Og ég sé sko frá því sem að var inn á heimasíðun okkar að þá þarna skipurit hjá okkur í gangi og þar eru nefndirnar inni á skipuritinu en það ekki í þessu og ég var bara að spá í hvort það væri ykkur breytingar á hvar nefndirnar eiga að vera yfir að því ég sé að það eru tilfærslur hérna innan liða aðeins. Og síðan var ég svona að hugsa sko hvort að þessu skipuriti, hvort að það fylgið í hvort það fylgið þessu einhverja svona mannabreytinga, hvort þessi
fjölgun á fólki eða fækkun eða eitthvað slíkt og og síðan sko þegar ég fór að skoða þetta inn á heimasíðunni þá sá ég að sko síðasta skipurit var samþykkt í ágúst 23. Þannig að nú erum við að tala um 3. sviðsmynduna á einu kjörtímabili og það er svona dálítið athyglisvert sko. Og svo langaði mig að spyrja út í lýðheilsumálina því að nú sé að þau eru komin hérna inn og ég var að spá í sko hvort við höfum eitthvað sinnt þeim á þessu tímabili, kjörtímabili. Eða þú veist, ég man ekki eftir neinu í augnablikinu, þannig að mér langaði að spyrja því. Og kannski já, já, aðalega þetta með nefndirnar, hvort að það sé einhverjar tilfærslur, sko, mér finnst, sko, ég er aðeins að hugsa þetta, þegar mennta, menningar og lýðheilsusvið og nú erum við búin að vera að tala um nokkru sinnum á þessu fundi, hvað við erum að leggja mikla áherslu á menningamálin hérna í bænum og en við setjum þau samt undir sama svið og fræðslumálin sem stærsti útgjaldaliður bæjarins og bara hjá sveitarfélögum. En ég er svona aðeins að spá í sko í hverju og af hverju við erum í þessum breytingum núna. Takk. Takk fyrir þetta, Alda. Ég kannski bara svara fyrst og svo að fleiri bæjarfulltrúar vilja bæta við. Almennt séð eru nefndir ekki í skipuritum, bara almennt. Þannig að það ástæðan fyrir því að nefndir eru ekki tilgreindar þarna í skipuritinu. Og nefndirnar eru alltaf innan síns sviðs. Það er ekki gert ráð fyrir breytingu á neinum nefndum, það er ekki aukin útgjöld eða neitt slíkt. Engin kostnaður auki hvað þetta varðar. Og bæjarfulltrúi Alda talaði að það væri búið að vera mikla breytingar frá því fyrsta breytingin átti sér stað. Það er bara einfaldlega vegna þess að breytingar taka tíma og það var ákveðið upphafið þegar við hófum þessa vegferð að þessum breytingum að þær yrðu ekki teknar í einum fasa. Það bara hefði verið, það hugnaðist okkur ekki og það hefði ekki verið farsæl lending á því og því erum við komin hér í fasa 2 í skipulagsbreytingum og í rauninni breytingum á strúktúr bæjarins. Þannig að höfum við sinnt lýðheilsumálum á kjörtímabilinu? Já, ég get nú bara sagt já, hér fullum hálsi og við erum auðvitað með lýðheilsumál allra íbúa hér, hvort sem það eru eldri borgarar eða hvað. Og þó það hafi ekki verið íþrótta á lýðheilsu fulltrúi, þá er það sannarlega þvert á bæjarfélagið okkar, hvað var þar bara marga þætti. Þannig að það er svo sem ekki að tella þá alla hér upp. En ég held ég sé svona búin að svara því helsta og já, kom aftur upp. Gjörðu svo vel, Alda. Já, forseti. Takk fyrir þetta. Sko, það sem ég rek augun í hérna þegar ég fer yfir bara sviðin, sko það er svona fyrsta sem ég sé að passar ekki við það sem við erum í nefndum og voru breytt á þessu kjörtímabili að það að hér eru atvinnumál og markas- og kynningamál undir stjórnsýslusviði og svo eru menningamálin undir mennta, menningar og lýðheilsusvið. Þannig að ég veit ekki alveg, sko, erum við ennþá að fara að flækja nefndirnar aftur? Takk fyrir þetta, Alda. Ég get sagt þér ástæðuna fyrir því að það er að báðum stöðum. Það er vegna þess að þættir eru flæðandi þvert yfir öll sviðin. Hvað þessi mál varðar. Þannig að þess vegna eru þau þarna á þessum stað sem þú vísar í. Mér langar líka bara aðeins að útskýra þessa vinnu sem hefur átt sér stað. Hvað skipulagsbreytingarnar varðar. Hér hafa setið fulltrúar öllum flokkum hér, Sjálfstæðisflokknum, Framsókn og okkar Hveragerði. Og það hefur verið full sátt þessa einingu, það er búið að ræða þetta á mörgum fundum fram og tilbaka og þetta er búið að ræða þetta í bæjarráði þannig að það á ekki að koma neinum hér í opnum skjöldu að þetta sé niðurstaðan af því það er búið að ræða þetta fram og tilbaka og velta öllum steinum og ég get alveg að tala fyrir hönd meirihlutans að það er full sátt með þessa lendingu og hvað þetta varðar sko. Þannig að og Sjálfstæðisflokkun hefur auðvitað Friðrik bæjarfulltrúi hefur setið í þessari nefnd
og full eining þar á. Alda, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir. Sko, mér finnst engin ástæða til við förum eitthvað í vörn yfir því að við ætlum að taka umræðu. Þú veist, ég er bara að spyrja spurninga fyrir sjálfa mig og mér finnst bara alveg sjálfsagt að við ræðum það til þessu fundur. Ekki það að vera eitthvað að fara yfir að hér hafi verið búið að funda fullt og Friðrik hafi vitað og eitthvað svoleiðis. Mér finnst bara alveg full ástæða að við getum öll setið við borðið og rætt málin. Takk. Takk fyrir þessa ábendingu. Ég er bara hjartalega sammála. Þetta hefur bara, kannski slærða mig bara að það sé ekki upplýsingaflæði milli fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er kannski bara það sem ég er hissa á. En ég bara biðst afsökunar og ég er ekki vörn eða neitt slíkt. En ég er benda á þetta, að þessi samtöl hafa átt sér stað og yfir langt tímabil. En við getum alveg varpað hér og rætt þetta. Fundarsköp Hvergisbæjar eru þannig að við komum upp tvisvar við hverjum lið og það er bara að gera og ég hvet ykkur til þess að taka öll þátt í þessar umræðu. Það er bara nægur í tíminn. Það er bara alveg þannig. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, forseti. Bara til að fylla inn í þetta þá erum við með smá bókun. Bæjarfulltrúar D-listans ekki mótfallnir þessu nýja skipuriti en vil ég þó benda á að eftir því sem næst verður komist þetta þriðja skipuritsbreytingin sem gerð á yfirstandandi kjörtímabili. Mikið púður og fjármunir hafa farið í ráðgjafinu vegna stjórnskipulags Bæjarfélagsins undanfarin 3-4 ár. Alda og Eyþór. Takk fyrir þetta, Eyþór. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti. Ég held að við séum að stíga hér mjög gott skref og allir þeir sem hafa verið í stjórnun í einhver tíma og hafa reynsla því átta sig auðvitað því að skipurit að þau breytast með tímanum og þau geta mögulega breyst oft ef mikla breytingar eru yfirstandandi. Og skipurit á auðvitað þjóna starfseminni fyrst og fremst. Þannig að ég held að við séum núna komin hér á góðan stað og ég bara fagna því að við farið í þessa faglegu vinnu og náð að komast á þennan stað sem við erum nú varðandi þessi mál. Þannig að já, það er ekki óeðlilegt að skipurit breytist og það er heldur ekki óeðlilegt að þau kunni að breytast oft í miklu breytingaferli. Takk fyrir þetta, Njörður, og bara mig langar að til þess að ef það er ekki fleiri sem vilja hversu ljós undir þessu lið, þá langar mig bara aftur að fagna þessari góðu samvinnu sem átt sér stað hvað þessar skipulagsbreytingar varðar. Þar sem allir flokkar voru 100% sammála þessa breytingu og þessa aðra breytingu á skipuriti sem var fyrirfram ákveðið að væri fasi 2 í upphafi kjörtímabils. En þá legg ég hér tillögu að bæjarstjórn samþykki breytingar á skipuriti Hvergisbæjar í samræmi við fyrirliggjandi tillögu og feli bæjarstjórn að ganga frá breytingum á störfum þess starfsfólks sem tekur við stöðum sviðsstjóra í kjölfarið samanber framanlagt minnisblað bæjarstjóra. Og ég ætla að biðja ykkur að gefa merki sem samþykki þetta og það er samþykkt. Þá er það fundarlega 19 ráðgjöf vegna upplýsingatækni umhverfis Hvergisbæjar og mat- og öryggisþáttum. Það leggur bæjar og til við bæjarstjórn að gera samning ráðgjöf við Trygga ráðgjöf EHF vegna upplýsingatækni umhverfis Hvergisbæjar með áherslu á öryggisþætti. En verkefni er hluti af stærri stefnu og fjármagnað í fjárhagsáætlun fyrir 2026. Orðið laust. Gjörðu svo vel, Halldór. Já, forseti, ég langar að vekja aðeins athygli á mikilvægi þessa liðs ráðgjaf og upplýsingatækni umhverfis Hvergisbæjar mat- og öryggisþáttum. Það er mikið hægt að fara vel yfir þessi mál, en það liggur fyrir Evróputilskipun net- og upplýsingaöryggis NIS2 sem setur fram strangari netöryggiskröfur fyrir fyrirtæki og stofnanir og sem flokkast undir nauðsynlegir og mikilvægir innviðir. Áhersla NIS2 á persónulega ábyrgð stjórnenda er skýr, þar sem stjórn og framkvæmdastjórn ber ábyrgð á virkri
Áhættustýringu netöryggis, innleiðingu og eftirliti með netöryggisþáttum. Stjórnendur geta eignast talist persónulega ábyrgir. Jafnvel vísa tímabundnu starfi sé stórfelldan skort á netöryggi að ræða. Þannig fagna þessari vegferð sem stíga sér skref og hlakka til að sjá niðurstöður þessari greiningar því til sé mikilvægt að vera með þessi mál á hreinu. Takk. Þá byrju tillögum að bæsta samþykki að gera samning við ráðgjöf vegna upplýsingatækni umhverfis Hveragerðisbæjar við Trygga ráðgjöf EHF í samræmi við tillögu í fyrirliggjandi minnisblaði bæjarritara. Það byrju að gefa merki sem samþykkja þetta og það er samþykkt. Þá er það fundarliður nr. 21, framlegging og yfirdráttarheimild. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja framleggingu og yfirdráttarheimild innlánsreiknings Hveragerðisbæjar nr. 03/14/22/506 á fjárhæð 130 milljónir. Orðið laust. Og þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki að framleggja yfirdráttarheimildina á innlánsreikningi Hveragerðisbæjar að upphæð 130 milljónir. Gefum merki sem samþykki það og það er samþykkt. Þá er það fundarliður nr. 22, útboð vegna byggingar íþróttahús. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tilboð húsameistara EHF í byggingu íþróttahús upp á Fokheldi að fjárhæð 599.502.898 krónur með virðisaukaskatti. Orðið laust. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég hef ekki náð að fylgjast alveg með stöðu þessa máls eða hvernig gengur eins og kannski fleiri málum en þessi tala ég svona bara spyr, er hún í samræmi við kostnaðaráætlun eða undir mögulega og svona hvað lítur út fyrir að húsið tilbúið til, bara fullkomlega tilbúið muni kosta, liggur eitthvað fyrir það? Ég sé tölu upp á 990 milljónir en er ekki viss hvort að það sé fyrir allt saman. Takk. Kæra þakki fyrir þetta, Eyþór. Já, þetta tilboð var frá húsameistara EHF var 80% kostnaðaráætlun verksins. Spurningum bara kannski við sendum gögn, Pétur, viltu fylgjast eitthvað eftir eða hvort bara senda gögn á með upphæðir? Ég er ekki með í kollinum. Er það kannski bara að þú færð aðeins yfir framkvæmdina, hver staðan á sér og við fáum kannski nákvæmari tölur þá bara sendar. Ertu sátt við það, Eyþór? Jú. Og Njörður, þú svo næstar. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðri góði tilheyrendur. Ég held að þetta sé mikið fagnaðarefni þetta mál. Það er vissulega þannig að þetta er stór framkvæmd, við vitum það öll og metnaðarfull og við útboðsgerðina þá náttúrulega sér maður svolítið umfangið á verkefninu og það var í raun og veru, við biðum dálítið vongóð eftir síðan hvað kæmi út úr niðurstöðum útboðana eða tilboðana og við fengum viðbrögð sem voru fram á vonum, við fengum afar mörg tilboðinn og þetta tilboð frá húsameistarunum sem er 80% af kostnaðaráætlun gefur okkur byr í seglin í verkefninu. Það er ekki spurning. Og mér finnst mjög mikilvægt líka að árétta að þetta verkefni er unnið í algjörum samhljóm bæjarstjórnar sem að gefur okkur starfsfólkinu náttúrulega miklu betra rými ef að svo að segja og verkurinn andrýminni bara til þess að klára sig. Verklok eru áætluð eins og það kemur fram í tilboðinni í desember. Þá eigum við hús sem er fokhelt. Í uppfæri kostnaðaráætlun gert ráð fyrir að húsi sé einhvers staðar þarna í kringum 1200 milljónir. Þannig að það er uppfært kostnaðaráætlun eins og við fórum í gegnum í október eða mann það rétt og þá bara svo ég rifji aðeins upp þá vorum við meðal annars að taka afstöðu til þess að þar hefðu við komist að því að gamla húsi var ekki eins grundað og við gerðum ráð fyrir í hönnunargögnum þannig að þá þurftum við að taka sameiginlega bæði einhverja ákveðna naflaskoðun á verkefninu og síðan að taka ákveðinu og það halda áfram. Og þá var uppfærð kostnaðaráætlunin og það er sú tala sem við vinnum eftir núna. Hún breytist væntanlega örlítið með við þetta tilboð
En síðan náttúrulega kannski stóran sagan þessi. Þetta krefjandi verkefni og þetta heilmikil áskorun sem við getum tekist á saman og þá klárum við þetta. Þannig að það akkurat staða núna og vonandi geta verktakarnir hafist handa sem allra fyrst, það allavega þau skilaboð sem við fáum og það bara viðra vel til framkvæmda þessu dagana. Kæra þakkir Pétur, Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, ég langaði að koma hér upp og bara fagna því að við séum komin á þennan stað og séum komin með útboð í þennan hluta hússins sem 80% kostnaðaráætlun. Ég er líka afar ánægður að það sé samstaða þetta verkefni og uppbyggingu íþróttamannvirkja hér í bæ. Og við munum auðvitað öll hér í bæjarstjórn hvernig í raun og veru málum uppbyggingu íþróttaaðstöðu í bænum klauf í raun og veru samfélagið og það var ágreiningur í bæjarstjórn en það var gott að við gátum öll stigið eitt skref tilbaka, horft aftur yfir sviðið og tekið ákvörðun sem allir voru sammála og það svo uppbygging íþróttamannvirkja sem í farvegi í dag og það held ég að hafi bara verið gott fyrir bæjarstjórn og gott fyrir Hveragerði og samfélagi hér. Þannig að mér langaði bara að koma því á framfæri að ég virkilega ánægður með þessa uppbyggingu og þessa framtíðar uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í bænum. Takk fyrir þetta Njörður, Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég líka hingað komin til að fagna þessum áfanga og ég sammála því að það mjög ánægjulegt að við skildum finna leiðir sem að allir gátu verið sáttir Það eining þessa framkvæmd, það eining uppbyggingu gervigrasvalla sem að við vonum nú að fara nú að fá grasið sitt með hlýnandi veðri. Og ég, af því að ég á kannski ekkert mjög marga bæjarstjórn að fundi eftir, af því ég ætla nú ekki að fara í kosningabaráttu, að þá það eitt af því sem maður kemst að sem bæjarfulltrúi, að maður þarf alveg dágóðan skammt af þolinmæði og ég hef hann ekkert alltaf. Ég hefði svo viljað sjá þessa uppbyggingu íþróttamannvirkja fara fram miklu hraðar heldur en að hún hefur kannski gengið eftir og það inn í þetta koma bara svona alls konar óvissu þættir. Ef við værum að sótgreina verkefni þá eru alltaf einhverjir óvissu þættir. Við voru upphaflega planið okkar, upphaflega áætlunin, hún var bara reyndist okkur of dýr og því þurftum við að fara að tala betur saman sem við gerðum, öll bæjarstjórnin og það sem hefur líka kannski gerst að við höfum fundið kannski fleiri tekjustofna fyrir bæjarfélagið. Við höfum fengið þessa þróunarreiti sem hafa verið að skila okkur ákveðnum tekjum. Þannig að við höfum farið að geta fjárfest í þessum verkefnum sem við ætluðum okkur vissulega. Og ég bara alveg sérstaklega ánægð með þessi tímamót og þessi íþróttamannvirki eiga eftir að gagnast okkar ágætu íbúum og ég hugsa líka gestum að því ég held að þetta gefa okkur líka tækifæri í alls konar menningarviðburðum, sýningum, gervigrasvöllum og líka eftir að skila okkur einhverjum æfingaleikjum og æfingabúðum af höfuðborgarsvæðinu og nágranna sveitarfélögum. Þannig að þetta ekkert, og eins og ég segi, ég held að við getum öll verið sammála um það að við myndum vilja hafa haft þetta allt saman tilbúið mun fyrr en nú þetta allt að gerast. Takk fyrir. Kæra þakkir, eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki, þá
Þá ber ég upp tillögum að bæjarstjórn samþykki tilboð húsameistara IHF í verkið að fjárhæð 599.502.898 með virðisaukaskatti og feli bæjarstjóra að undirrita verksamninginn. Tekið á merki sem samþykki þetta og það er samþykkt samhliða. Þá er það fundarliður 25 fundargerð auka aðalfundar sorpstöðvar Sölands BS frá 16. janúar og þar leiði bæjarráð til við bæjarstjórn að afgreiða sérstaklega fundarlið 5A og 5C í fundargerð auka aðalfundar sorpstöðvar Sölands BS varðar breyting á samþykktu byggðasamlagsins og viðauka við fjárhagsáætlun byggðasamlagsins. Bæjarráð leiði til að bæjarstjórn samþykki tillögu auka aðalfundarins. Og þá er það liður 5A í fundargerðinni. Það er auka aðalfundur sorpstöðvar Suðurlands BS vegna breytinga á samþykktum byggðasamlagsins og er hann sérstaklega afgreiddur undir fundarlið 12. Orðið er laust þennan lið. Engin hver þess hljós, þá ber ég hér upp tillögum að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu við viðauka og fjárhagsáætlun byggðasamlagsins fyrir árið 2026. Það gefur merkið sem samþykkið og það er samþykkt. En þá er það orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Jóhanna. Já, forseti, ég ætla nú aðeins að skrolla hérna upp í tölvunni, þetta voru alltaf svo margir liðir á þessum fundi, en mér langar aðeins að koma inn á bréf frá nefnda og greiningarsviði Alþingis, það sem er vegna samgönguáætlunar. En bara svona til þess að upplýsa ykkur að þá er búið að skila áliti frá bæjarfélaginu, umsögn og sem að við Pétur bæjarstjóri fylgdum úr hlaði í morgun á fundi umhverfis- og samgöngunefndar ásamt félögum okkar frá Suðurlandi. Þetta var nú bara alveg svo sönnlegt ættarmót og þarna voru allir í hagsmunagæslu fyrir Suðurlandi sem eru eitt mesta vaxtarsvæði landsins. Jú, dropinn holar steininn, verðum við ekki að trúa því, en allan á þessu kjörtímabili er ég búin að fara og hitta 2 samgönguráðherra og ég er búin að fara núna þá 2 svar á fund umhverfis- og samgöngunefndar. Það eru auðvitað breyst aðeins fólki í brúnni og við vonum bara að á okkur verði hlustað, en þið þekkið þetta langa verk, það er löng saga, 18 ára gamalt mál sem að við erum búin að taka á okkur. Vegagerðin bað okkur að breyta skipulagi bæjarins á það veg að núverandi þjóðvegur eru færður og hingað til hefur alltaf verið að seinka honum í samgönguáætlun og það eru auðvitað ákveðin vonbrigði. Og hér erum við náttúrulega, hér er öryggi íbúa ógnað og svo er bara spurningin ef að samgönguráðherra, ef að verður ekkert brugðist við þessum athugasemdum okkar, þá er bara spurning, verður við kannski bara að fara að breyta okkar plönum og það er eitthvað sem ég held að sé ekkert vinsælt, sko. Þannig að þetta er mál sem við verðum að halda áfram að berjast fyrir þó að maður einhvern veginn fallist stundum hendur, en já, þá megum við ekki gleyma þessu mjög svo mikilvæga máli. Takk fyrir. Kæra þakk fyrir þetta, Jóhanna. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Mér langaði að vekja athygli á þeim lið sem er hér undir þessari fundargerð sem að fjallar þjónustukönnun Gallup. Þar fáum við niðurstöður fyrir Hvergisbæ sem að gefa til kynna að ánægja íbúa hér sé bara vaxandi og í til dæmis þeim málaflokkum sem að taka til þjónustu okkar menntastofnana eru bara gríðarlega stökk upp á við og það er bara afskaplega ánægjulegt að sjá að okkar viðleitni í þeim málaflokkum, hún er að bera árangur. Okkur langaði að bóka undir þessum lið með svohljóðandi hætti. Það er gleðiefni að í niðurstöðum árlegra þjónustukönnuna Gallup fyrir sveitarfélögin má merkja aukna ánægju íbúa Hveragerðis í allflestum þjónustuflokkum
og heilt yfir er vaxandi ánægja með Hveragerði sem búsetukost. Þetta gefur skýra vísbendingum að Hveragerðisbær sé að fetja sig rétta leið í að gera þjónustu á vegum bæjarins enn betri. Með framúrskarandi þjónustu við íbúa grundvelli við blómlegt samfélag eins og við búum að í Hveragerði og undir þetta rita fulltrúar meirihlutans. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Dagný. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég var nú eiginlega svona hálfpartinn að vona að þetta kem ekki upp en þetta, það þarf að hafa það sem sannara reynist og ég veit ekki hvort það er rekist á grein sem er í Sunnlenska núna og það er verið að bera saman, sem sagt, ég veit að þetta verður hækkað núna innan kjörtímabilsins aðeins en ef þú berð saman síðasta kjörtímabil og núverandi kjörtímabil þá er í öllum liðum að ræða lækkun frá því sem var á fyrrverandi kjörtímabil. Ég vil bara vekja athygli á þessu og vekja athygli á grein sem að Birtir Sigmar Karlsson var að bæjarfulltrúi í Sunnlenska núna í dag held ég að sé. Já, takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Já, Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, við höfum nú tekið oft á mörgum sinnum umræðu þessa viðhorfskönnun, svo ég ítreki það, þetta er auðvitað viðhorfskönnun þjónustuna, hvernig fólk heldur að þjónustan sé. Þannig er fólk að svara hvernig það heldur að málefni fatlaðs fólks sé þó það hafi aldrei nýtt þjónustuna. Ég hef oft tekið dæmi hér í umræðum þessa könnun að þegar Reykjavíkurborg tók þátt í þessu þá kom aðgengi að menningu, fékk alltaf mjög lága einkunn í Reykjavík. En líklega er hvergi annar staðar á landinu meira aðgengi að menningu heldur en þar, en þetta var viðhorf íbúanna þar. En það er ein breyta í þessu sem að ég nefndi hérna á fyrri kjörtímabilum, sem að ég held að hafi áhrif út í samfélagið. Og það er hvernig samstarfið er í bæjarstjórn. Það smitar alveg út í samfélagið. Og ég sagði að það hefði örugglega átt þátt í því að skila jákvæðari niðurstöðum, heldur en þegar það er ágreiningur í bæjarstjórn. Og við vitum auðvitað í upphafi þessa kjörtímabils að þá var ekkert sérstaklega gott samstarf í bæjarstjórn og það hafi batnað sem betur fer og ég held að við sjáum mögulega bara breytinguna meðal annars út af því. Ég er ekki að gera lítið úr kannski öðrum þáttum í þessari viðhorfskönnun en ég held að þetta sé ein mikilvæg breyta. En sem við endurspeglum svolítið held ég umræðina í samfélaginu hér inn á þetta borð hér og á þessum vettvangi hér. Takk fyrir þetta, Njörður. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég langar bara að taka undir orð bæði bæjarfulltrúa Njarðar og líka bæjarfulltrúa Eyþórs og benda á að í því sem kom hér fram í hans ræðu, ef að ég man rétt að það væru allir þjónustuflokkar í rauninni niður á með stöðuna núna versus á síðasta kjörtímabili þá er það einfaldlega ekki rétt. Og að benda á sömuleiðis að það er mjög mikilvægt að fara rétt með staðreyndir og það er það sem við leggjum okkur mjög svo fram Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Þá leggjum við undir fundina að staðfesta fundargerðina örliti og þykja merkja sem staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá erum við komin í lið númer 11, reglur styrki til húsverndar. En fyrir liggur tillaga reglum styrki til húsverndar, umsagnar nefnda reglurnar og minnisblað bæjarritara vegna umsagnanna. Orðið er laust þennan fundarlið. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, já, hér er til afgreiðslu reglur sem að upphaflega komu frá þeim sem að hér stendur og laði til að það yrðu til styrkir orða sjóðir í fyrstu tillögu varðandi húsvernd í Hveragerði. En
Það er réttara eins og þetta hefur þróast að þetta verði reglur styrki til húsverndar. Nú í 1. grein regludragana sem hér liggja fyrir, það kemur fram að Hveragerðisbær skuli auglýsa eftir umsóknum ár hvert styrki til þess að styðja við varðveislu og viðhald mannverki í Hveragerðisbæ sem eru friðlýst, eða hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Og eins og þið sjáu að þá er þetta auðvitað mjög vítt og opið og það er það sem að maður vill hafa í slíkum reglum frekar en þær séu þröngar. Og regludrögin hafa fengið góða umfjöllun innan bæjarkerfisins. Þær hafa bæði farið fyrir skipulags- og umhverfisnefnd og í menningar, atvinnu- og markaðsnefnd og jafnframt fyrir bæjarráð. Þar hafa komið ýmsar gagnlegar ábendingar. En hvers vegna erum við að setja þessa reglur styrki? Þær eru í raun og veru fyrst og fremst til þess að hvetja til verndar á byggingararfleifð bæjarins og ásýnd bæjarins. Og með slíku reglum þá erum við að senda skýr skilaboð að bæjarfélagi meti byggingararfinn mikils og sérstöðu hans sem tengist jarðhita og hverunum hér sem að byggðin var til í kringum. Slíkar reglur geta líka stuðlað faglegri endurgerð og viðhaldi húseigna í samræmi við verndarsjónarmið. Og ef við horfum á þetta í samhengi Hveragerðis með tilliti til sögu bæjarins, að þá erum við að hvetja til þess að sérstæða byggðarinnar verði varðveitt. Við erum að styðja við sjálfsmynd og sögu staðarins og svo hefur þetta auðvitað jákvæð ytri áhrif. Og ef ég fer aðeins yfir það hvað jákvæð ytri áhrif eru, þá kannski kannast við það sem hafa numið hagfræði eða hagfræði námskeið. Þar er talað ytri áhrif og sem hagfræðilegt hugtak. Og ytri áhrif verða þegar athafnir einstaklings eða aðila hafi í för með sér ávinning eða kostnað fyrir aðra. Og án þess að þeir hafi endilega tekið þátt í ákvörðun eða samþykkt afleiðingarnar. Og slík áhrif geta verið þá bæði jákvæð og neikvæð. Og jákvæð ytri áhrif að þau felast þá í að þriðji aðili nýtur ábata. Og dæmi sem yfirleitt tekið í fræðunum þetta til dæmis að vel viðhaldið hús getur haft jákvæð áhrif á nærliggjandi umhverfi og mögulega stuðla að hærra fasteignaverði í grenndinni. En neikvæð ytri áhrif, þau eiga sér þá stað þegar aðrir bera kostnað af athöfnum einhvers. Og til dæmis fyrirtæki sem mengar, það hefur áhrif á íbúa í kring og þá neikvæð ytri áhrif. Þannig að þetta hefur jákvæð ytri áhrif í för með sér. Mér langar aðeins líka að koma inn á vegna þess að í umfjöllun nefndanna reglunar að þá var verið að velta fyrir sér hvað fælist í vísindalegu gildi. En eins og það munið þá í 1. greininni fjallað að styrkin eru til varðveislu og viðhald mannvirkja í Hveragerðisbæ sem eru friðlýst, friðuð og hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Nú, vísindalegt gildi getur til dæmis átt við að mannverki geymi þá upplýsingar sem nýtast í fræðilegu rannsóknum og það til dæmis í sagnfræði, byggingafræði, fornleifafræði, umhverfisfræði og svo framvegis. Vísindalegt gildi getur sýnt tæknilega nýbreytni og ákveðna þróun í byggingatækni, getur varðveitt upprunalegt efni eða byggingaraðferðir, það hefur vísindalegt gildi og getur tengt sérstökum náttúrulega aðstæðum og það á vel við hér í Hveragerði sem að við höfum jarðhitann og gróðurhúsaræktina og eins og þið þekkið úr sögu bæjarins. Þannig að menningarsögulegt gildi, það tengist á sögu samfélagsins og sjálfsmynd og listrænt gildi, tengist fagurfræði, hönnun og arkitektúr og vísindalegt gildi, tengist þekkingasköpun og rannsóknarmöguleikum. Þannig að ég held að hér séum við bara með góðar reglur
sem að munu stuðla að góðu samfélagi, bættri ásýnd hér innan bæjarins. Og meirihlutin er með bókun og mér langar að lesa hana sem við ætlum að leggja fram undir þessu lið. Og bókunin hljóðar svo. Hveragerðisbær býr yfir sérstökum byggingararfi sem endurspeglar sögu bæjarins, jarðhitanýtingu, frumkvöðlastarf og þróun samfélagsins frá upphafi byggðar. Með því að setja reglur styrki til húsverndar vill bæjarfélagi styðja og hvetja markvisst við varðveislu þeirra mannvirkja sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt og listrænt gildi og eru mikilvæg fyrir sjálfsmynd og sérstöðu bæjarins. Viðhald og vönduð endurgerð slíkra mannvirkja hefur ekki aðeins ávinning fyrir eigendur þeirra heldur einnig fyrir samfélagið í heild. Vel hirt og varðveitt hús hafa jákvæð ytri áhrif. Þau styrkja ásýnd bæjarins, auka aðdráttarafl svæðisins og geta haft jákvæð áhrif á verðmæti nærliggjandi fasteigna. Með styrkjum til húsverndar er því verið að styðja við sameiginleg gæði sem nýtast íbúum og samfélaginu öllu. Markmið reglana er að tryggja jafnræði, gagnsæi og fagleg vinnubrögð við úthlutun opinbers fjár, stuðla að vandaðri endurgerð og viðhaldi og hvetja húseigendur til að taka þátt í sameiginlegri ábyrgð á vernd byggingararfs Hveragerðis til framtíðar. Og undir þetta rita meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar. Kæra þakki fyrir þetta, en eru fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessu lið gjörsvalda? Já, forseti, ég ætla bara að byrja á að þakka söguskýringar hér. Og við erum sömuleiðis með bókun sem að ég ætla bara að lesa hérna. Bæjarfulltrúar D-listans taka undir bókun sem lögð var fram á fundi bæjarráðs þann 15. janúar síðastliðinn þegar erindið var tekið fyrir. Við teljum það ekki hlutverk sveitarfélaga að halda úti sérstökum húsfriðunarsjóði og veita styrki til einkaaðila vegna fasteigna þeirra. Fyrir er sambærilegur sjóður á landsvísu, húsfriðunarsjóður sem Minjastofnun Íslands úthlutar að fenginni tillögu húsfriðunarnefndar. Samkvæmt reglum sjóðsins er hlutverk hans að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðaðra húsa og mannvirkja, auk annarra mannvirkja með menningarsögulegt, vísindalegt og listrænt gildi. Drög að reglum styrki til húsverndar í Hveragerði er í meginatriðum með það sama markmið og sömu skilgreiningar og reglur húsfriðunarsjóðs. Það er því spurning hvaða viðbótarhlutverki sveitarfélagið eigi að gegna í veitingu slíkra styrkja. Þá vantar í drögin atriði á borð við hámarksstyrk, skýran umsóknarfrest og fasta tímasetningar úthlutunar líkt og kveðið er á í reglum húsfriðunarsjóðs. Það verður einnig að horfa til þess að byggð í Hveragerði hófst ekki fyrr en upp úr 1929 á meðan aldursfriðun í lögum nær einungis til húsa byggðra 1925 og fyrr. Þannig er í raun engin friðuð eða friðlýst hús í bænum sem gerði að verkum að reglurnar hafa takmarkaðan tilgang. Og undir það rita Alda og Eyþór. Kæra þakkir Alda. Njörður skjörsvel. Forseti, já, það er auðvitað sjónarmið að vera á móti þessum reglum því að það sé ekki hlutverk sveitarfélagsins að standa í slíku. En það er auðvitað ýmislegt sem sveitarfélagið er að gera sem er ekki endilega lögbundið eða við getum deilt að sé hlutverk sveitarfélagsins. Og við höfum sett ýmsa reglur sem að tengjast slíku styrkveitingum. Hvað með reglur frístundastyrki? Er það hlutverk sveitarfélagsins? Eða reglur afreks- og styrktarsjóð, þar sem við erum að veita fé til einstaklinga, einkaaðila, eins og var orðað hér áðan. Og það má til dæmis nefna að varðandi afreks- og styrktarsjóð, þá má sækja
það í aðra sjóði sem að starfa á landsvísu, alveg eins og hægt að sækja í sjóði til húsverndar. En ég svona held að við séum þó öll sammála að þessir styrki sem ég nefndi hér á undan sem dæmi, og eins og öll sammála að það sé mikilvægt að viðhalda þeim. Og að það bætir samfélagið að geta úthlutað slíku styrkjum eftir tilgangi þeirra og styðja við þessi málefni. Og ég held að við séum líka sammála það auki lífsgæði og styrki félagsauð og fjárfestingu í framtíðinni. Og það sama auðvitað við styrki til húsverndar. Þetta í raun og veru ekki ósvipað nema annað málefni. Og ég vil líka nefna það að setja fann rök að hægt sé að sækja styrki á sjóði á landsvísu sem líka hægt að gera til dæmis varðandi afreks- og styrktarmál. Að þá má nefna ríkissjóður eða þá til dæmis ISÍ, það styður við starf á landsvísu, en sveitarfélög styður við sitt eigið samfélag og sína íbúa. Það erum við auðvitað að gera með öllum þessum styrkjum sem við erum að veita. Ástæðan svo ég endurtaki það aftur, þetta bætir samfélagið, eykur lífsgæði. Svona að lokum, þá langar mig að segja að ég stoltur að vera í meirihluta sem að lætur sér málefni varða á þennan hátt og sér mikilvægi í því að bæta samfélagið. Takk fyrir þetta, Njörður Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Langar bara að taka undir það sem að Njörður kom hérna inn á og bara fagna þessu jákvæða máli að það fái framgöngu hér hjá okkur í dag og bara undirstrika að það pólitísk áhersla meirihluta Framsóknar og okkar Hveragerðis að íbúar hér í bæ þeir njóti ríkra gæða í umhverfi sínu. Og þetta hluti af hvatningu bæjarfélagsins í þá veru. Og ég eins og Njörður mjög stolt af því að standa fyrir slíkum aðgerðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég upp tillögu að bæta samþykkja reglum styrki til húsverndunar. Þeir gefa ekki sem samþykkja. Þessi setja hjá. Já, Sjálfstæðisflokkur setur hjá og meirihlutinn samþykkir. Mjög gott. Herðu, þá erum við komin í lið númer 12, líkt og ég nefndi áðan hvað varðar breytingar og samþykktum Sorpstöðvar Suðurlands BS fyrri umræða. En á auka aðalfundi Sorpstöðvar Suðurlands BS þann 16. janúar 2026 var samþykkt tillaga á breytingum á samþykktu byggðasamlagsins samanber fundarlið 5A og henni var vísað til staðfestingar sveitarstjórnar Aldafjörðssveitarfélaga. Orðið list þennan lið. Ekki hver sem ljós, þá legg ég hér upp tillögu að bæta samþykkibreytingar og samþykktu Sorpstöðvar Suðurlands í samræmi við fyrirliggjandi gögn og vísi mál til síðari umræðu og það samþykkt. Takk. Mjög gott. Við erum komin á lið númer 13 tillaga breytingu á gjaldskrá Hveragerðisbæjar. Umræða 2 tillögur á breytingum á gjaldskrá. Tillaga breytingu á gjaldskrá fyrir leikskólann í Hveragerði lögð fram í kjölfar þess að bæjarstjórn samþykkti 6 gjaldfrjálsar klukkustundir á leikskólum Hveragerðisbæjar frá 1. febrúar 2026. Tillaga breytingu á gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Hveragerðisbæ felst í því að í öllum úrgangsflokkum verði bætt gjaldaleið fyrir djúpgáma og gjaldaleið fyrir 1100 lítra sorpilát í flokkaðan heimilisúrgang, pappirsefni og pappirsefni. Skipulags- og umhverfisnefnd tók fyrir tillögu að breytingum á gjaldskrám meðhöndlun úrgangs á fundi sínum þann 3. febrúar og lagði til við að bæjarstjórn samþykkti þessar breytingar á gjaldskrá. Orðið laust. Engi hvað sem hljós, þá legg ég hérna upp tillögu að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að breytingu á gjaldskrá fyrir leikskólann í Hveragerði og gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Hveragerðisbæ. Og þeir gefa merkið sem samþykki.
og það er samþykkt samhliða. Þá er það lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga nr. 260209. Við erum með lið nr. 14. Hér lagður fram lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélagana nr. 260209. Orðalaust. Engin hver þessi hljós. En þá leggjum hérna upp tillögu að samþykkja að taka lán frá Lánasjóði sveitarfélaga samanber fyrirliggjandi lánasamning nr. 260209 að höfuðstól alltaf 265 milljónir með veði í útsvarstekjum og framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þá er tillaga að Pétur G. Markan bæjarstjóri verði veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamninginn fyrir hönd Hveragerðisbæjar sem og til að móttaka, undirrita og gefa út, afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni og þar á meðal beiðni útborgun láns. Ég legg þetta undir fundi til staðfestingar þegar gefa merki sem staðfesta þetta. Samþykkja, afsakið. Og það er samþykkt samhliða. Afsakið, er ég hérna... Mjög gott. Herðu, þá erum við komin að lokum hér í dag. Við höfum eftir að lesa upp fundagerð og staðfesta fundagerð. En þá slít ég fundi. Já, útsetting. Já, við þurfum það ekki. Já, afsakið mig. Já, við slítum þá útsendingu og kæra þakkir fyrir að hlusta og horfa og við þökkum fyrir í bili.